En byrja á þessu Drífa Snædal, forseti ASÍ sest hérna hjá mér, kannski taka hérna svolítið svona bara almennt yfir stöðuna á kjarasamningunum. Nú eru iðnaðarmennirnir búnir að semja, svolítið í anda lífs kjarasamningana. Hvað eftir? Sko, fyrst alveg eftir að leggja samningarna sem iðnaðarmennirnir undirritu í dóm félagsmanna. Þannig að það er ekki búið að staðfesta á, það er búið að staðfesta samninga hjá verkafólki og verslunarmönnum á almennum markaði. Iðnaðarmenn klára að kjósa sína samninga 22. maí, þannig að þá verður það ljóst hvort að þeir samþykkja eða ekki. Það eru 3 litlir hópar innan Alþýðusambandsins sem eiga eftir að semja á almennum markaði, eða litlir, svona, í stóra samhenginu. Það eru flugfreyjur, það eru leiðsögumenn og það eru mjólkurfræðingar sem eru eftir. Þetta eru hópar sem eru með svona svolítið sérstaka samninga. Ég skil. Mjólkurfræðingar eru reyndar svona að hafa stundum verið að velta fyrir sig hvort hægt að ganga inn í annað samflot eða ekki. Já. Nú síðan mjög margir hópar innan ASÍ sem eru með samninga við hið opinbera, ríki og sveitarfélög. Það er allt saman eftir. Það er allt saman eftir BHM. BSRB er eftir BHM og auðvitað eru við í einhverju syngju BSRB þarna í samningum við hið opinbera. En auðvitað er það þannig þegar búið að semja fyrir svona rosalega stóran hluta markaðar eins að það verður það nú svolítið svona rauður þráðurinn. Það er allir einhvern veginn að svona, að einhverju leyti að taka með þessu samningu sem hafa verið gerðir. En ég veit að sko forystufólk BHM segir við ætlum bara að gera þetta okkar forsendum og það er kannski helst þá, hvað maður að segja, tregða til þess að fara þessa sömu leið sem að þeir eru búin að vera að fara undanfarið. Ég hef heyrt af forsvarsmönnum þar að þeim finnist áhersla ASÍ vera aðalega á verkafólkið og þessu ófaglærðu. Hefurðu heyrt þetta? Já, það er bara opinbert að það var náttúrulega mjög mikil áhersla á að hækka lægstu laun. Það eru hærri krónutölur sem koma á taxta heldur en í almennar hækkanir sem þýðir það að þeir sem eru á taxtunum, þeir sem eru á botninum, þeir fá meiri hækkun. Á háskólafólkið að bíða? Sko, þetta er ekkert alveg svartkvítt. Það er hægt að koma í, það er hægt að fá kjarabætur í gegnum margt. Og við höfum stutt háskólafólki í því að gera breytingar á lánasjóðskerfinu, til dæmis. Það er nú engin smá kjarabót ef hægt er að gera breytingar á því. Það er svona uppbundið mánaðarlaun, nettó, sem fara í endurgreiðslur á námslánum. Þannig að við höfum alveg stutt háskólafólki í því og ég vil líka halda í til haga, það eru mjög margir háskólamenn innan ASÍ líka, en þetta er okkar hagsmunir líka, sko. Þannig að, þú veist, kjarabætur er ekkert alveg það sama, þetta fjallar ekkert endilega alltaf krónurnar sem sko kom í umslagið. Síðan vil ég líka halda í til haga að við náttúrulega vorum í viðræðu við stjórnvöld og það sem kom í yfirlýsingu stjórnvalda í tengslu við þessa kjarasamninga. Það er náttúrulega eitthvað sem gagnast ekki bara launaða fólkinu heldur ekki síður þeim sem eru kannski búin með háskólanámu eru að fara að kaupa sér sína fyrstu íbúð eða eitthvað slíkt. En það er þetta að meta menntun til launa. Það er náttúrulega sú mantra sem að BHM fer með. Er það sko krafa sem á kannski að slaka aðeins á að því að þessi áhersla núna er á verkafólkið langlægstu laun? Sko, menntun er metin til launa á Íslandi. Hún er það. Og ég skil alveg þá kröfu að meta menntun til launa. Og það er náttúrulega það sem sko iðnaðarmennirnir okkar fara fram með að þeir eru hærra launasettir heldur en verkafólk af því að þeir eru menntaðir. En þetta að allir hópar segi meta menntun til launa, ólíkir hópar meina töluvert ólíkt með þessu ákalli. Meta menntun til launa, hvað erum við að tala um? Og ég vil svona aðeins fara á dýptina í þetta því að þýðir ekkert að vera að slá um sig bara með einhverju frösum á þess að heyra hvað er á bakvið. Hver er verðmiðin á menntun? Sem er mikilvægt. Hvert er samspil við lánasjóðskerfið, stuðning til menntunar. Það er tvennt sem að sko mennta fólk svona hallar á það. Það er í fyrsta lagi að fólk er ekki að byggja upp réttindi í lífeyrissjóði og sjúkrasjóði meðan það er að mennta sig. Það er ekki að greiða inn í þá sjóði. Og síðan er fólk mjög missett gagnvart lánakerfinu, námslánakerfinu. Hvort þú þurfur að taka námslán, hvort þú býr í foreldrahúsum til dæmis.
hvort þú ert einstætt foreldri, þá færðu hærri námslán, því meiri skuldir eftir námið og svo framvegis, endurgreiðslu hlutfalli, þannig að við erum svona aðeins að vinda ofan á klísjónum og sjá hvar við getum lent í sanngjarnara og réttlátara samfélagi. En myndi vega þyngst að létta á endurgreiðslubyrðinni? Ég myndi segja að það myndi vega mjög þungt og náttúrulega hafa alltaf verið uppi hugmyndir að fara í svolítið svona norrænt módel þannig að hluti af námslánunum sé í raun styrkur. Ég held að ekkert Norðurlandana sé með þetta svona brútal eins og við erum með þetta, þannig að þetta bara lán sem að þú ert elt nánast út fyrir gröf og dauða til að endurgreiða það. Þannig að það er mjög harðneskjulegt kerfi og býr til mjög mikið misrétt eftir því í hvernig stöðu þú ert. En að þessum náttúrulega samningum sem voru búið að gera þarna við á almennu markaði, þessi stóru samningar, hvaða vonir gerir þér kaupmáttaraukningu? Sko, ég hef ekki gert mér einhverja sérstaka vonir kaupmáttaraukningu nema hvað að það verði kaupmáttaraukning sérstaklega á launalægstu hópana og aðrir haldi í við kaupmátt. Það er að segja verðbólgu að það verði kaupmáttaraukning. Það sem er náttúrulega nýtt í þessum samningum er að það er búið að tryggja það að ef það verði framleiðinu aukning á mann, að þá skili það sér í vasa fólks. Þannig að við erum að taka svona þessi nýja nálgun. Já, það er verið að tryggja sanngjarnari skiptingu kökunar í rauninni, að vinnandi fólk njóti þeirra gæða sem þeir að framleiða. Þannig að það náttúrulega skiptir höfumáli og svo náttúrulega svolítið veðjað á vaxtalækkun í þessu samningum. Það er búið til tækifæri til vaxtalækkunar með þessu samningum og það var bara markmiðið sjálfu sér. Þannig að þá eftir að sjá hvort að Seðlabankinn grípi þá gæs og mér heyrist nú tónninn í Seðlabankanum vera sá eftir greinaskrif. Já, svolítið dúr þá allavega þessa dagar, en þetta er forsenda samningana og hann svolítið mikið talað um það þegar þau voru gerðir einmitt, hvernig Seðlabankinn gæti verið forsenda, verandi sjálfstæður. En sko þetta og síðan þessar verðhækkanir sem maður hefur verið að heyra fréttir af, að sumir atvinnurekendur eru að segja að við munum bara hækka verð á vörum. Hvað er að frétta af því? Er ykkur að berast margar ábendingar hækkanir þá framöndan? Já, okkur berast einhverjar ábendingar. Þetta var náttúrulega, kemur upp Ísa-málið, íslenska-ameríska gamla sem fór að hækka. Risastór heildsala og er ekki óra undir og allt þetta? Alveg fjölmörg bæði innflutt og framleiðsla matvælum. Það urðu svo harkaleg viðbrögð við því. Þannig að ég hugsa að það hefur fælt mjög marga frá því að fara að hækka ef þeir hafa freistast til þess og enn aftur af því að við erum að veðja á vaxtalækkun, það er alltaf verið að veðja á það að í rauninni atvinnulífi borgi þessar launahækkanir í gegnum vaxtalækkanir að einhverju leyti þannig að þá verður þetta svona og þá verður þetta svo óbúslega samábyrgð allra að láta þetta módel ganga upp. Af því manni stundum finnst eins og þetta séu þá kannski afar kostir fyrir atvinnurekendur annarkvort verðhækkanir eða uppsagnir. Ég meina, gæti ekki svo staða komið upp? Já, svo er náttúrulega bara hagræðing líka og svo hefur það náttúrulega bara gerst gegnum tíðina að þegar það er samið í kjarasamningu þá bara kemur kannski ljósa að einhver fyrirtæki bera sig ekki. Og ég meina það hafa heilar iðngreinar dotti út af markanum. Húsgagnaframleiðsla á Íslandi er í mýflugumynd með hvað hún var, iðnaður. Atvinnulífið breytist. Það er bara þannig. Þannig þú ert að segja að það getur bara orðið gjaldþrot þá? Ég hef enga fregnir af því og þetta eru það hófsamar hækkanir að ég trúi því ekki. Hins vegar verðum við megum ekki setja á ef þú ert ekki með sæmilegt fyrirtæki, þá getur ekki skellt skuldin á kjarasamninga ef þú ferð á hausinn, skilur. Þegar þeir eru á hófsögum nótum. Já, en launakostnaður er nú mjög hár í stórum fyrirtækjum. Hann er mjög hár, en við erum líka með mjög mikið af góðu fólki hérna á Íslandi, í vinnu. Já.
maður sá nú hérna eina leið sem að mér sýndist einhver alltaf að fara og það var hreinlega bara að lækka þjónustustigið, stytta opnunartíma, eitthvað svoleiðis, hefur verið frétt af því? Það hefur verið í umræðinu, ég hef ekki heyrt af einhver svona nákvæmum dæmum það. Nei, en það er ein leið máski? Það er ein leið, ég meina ég veit ekkert hversu arðbært það er fyrir stórverslanir að vera með opið alla sólarhringinn. Ég veit ekkert hversu skynsamt eða arðbært það er. Nei, það er ákveðið viðskiptamódel sko. Mér langar að fara að öðru sem að þú og Sólveig Anna Jónsdóttir skrifuðu á vef ASÍ, ég allavega má finna greinina þar og þið eru að tala rétt hælisleitenda til vinnu, til þess að fá að vinna hér. Hvaða skilyrði þurfa hælisleitendur að uppfylla núna til þess að fá að vinna á meðan það er að bíða? Þetta er rauninni býtur alveg óbúslega mikið í skotti á sig þetta kerfi. Þetta er alveg, sko, ég er búin að reyna að gera mig grein fyrir hvað er ég eiginlega í gangi í þessu kerfi. En það virðist vera þannig að þú getur sótt leyfi til að vinna, en þá leið þú byrjar að vinna þá til dæmis dettur út úr búsetuúrræðum hins opinbera. Þannig að þú þarft í rauninni að vera komin út á leigumarkaðinn sem hælisleitandi til þess að geta fengið atvinnuleyfi. Þú getur ekki verið á leigumarkaðnum nema að hafa tekjur, þú fær hvergi leitt nema geta sýnt fram á tekjur, þannig að þú veist, það kostar svolítið mikið að leigja. Já, ég meina það er mjög sjaldgæft að hælisleitendur komi hingað til lands með fullar hendur fjár. Og þetta er í rauninni, sko, þetta er engum til hagsbóta að hafa kerfi svona. Þetta er ekki sko hælisleitendur til hagsbóta, þetta er ekki samfélaginu til hagsbóta, þetta er ekki ríkinu til hagsbóta. Í ríkjunum í kringum okkur, einhverjum, nú þekki ég þetta ekki alveg, þekki þetta ekki, en í einhverjum ríkjum er það þannig, ok, þú byrjar að vinna sem hælisleitandi, færð hérna atvinnuleyfi og þá bara greiðir þú leigu til þess opinbera í því húsnæði sem þú varst, sem er miklu skynsamari leið fyrir alla. Það ertu bara inn í kerfinu áfram. Það ertu inn í kerfinu og svo hefur við orðið vör við það að það er bara mikil þörf á vinnuafli, hefur verið hérna síðustu ár, við vitum það hefur verið bara svona atvinnulíf hefur sogar til sín sko allar vinnandi hendur og það hefur orðið til þess að margir sjá sér hagið því að nýta sér stöðu hælisleitenda í svarta vinnu og það eru bara frásagnir af því að það hefur verið bílar mæta að mótni til í búsetuúrræði fyrir hælisleitendur og bara flytja í verkefnin. Hvers konar verkefni er það, vitið þið það? Gatnagerð, byggingavinna aðalega. Þetta er svona hópur sem er ósýnilegur, er ekki samskipti við aðra hóp, þetta er ekki þjónustustörf. En þetta er það sem að gerist sko vegna þess að virkni er náttúrulega, við vitum það að hún er manninum mikilvæg. Að vera virkur og þarna býðst náttúrulega sko þarna kemur bara borgarinn sjálfur og tekur þetta í sínu eigin hendur. Ég meina, hrópar þetta ekki á breytingar? Jú, það gerir það. Og þetta er bara bæði ómanneskjulegt, óarðbært, ópraktískt og það er verið að nota sér neyð fólks því að auðvitað vill fólk fá að vinna, auðvitað vilja allir finna það að þeir gerir gagn, sérstaklega að þeir eru að koma inn í nýtt samfélag. Þannig að það er engum til hagsbóta og við vitum að sko geðheilsa hælisleitenda fer mjög þverrandi eftir því sem þeir eru lengur einhvern veginn númer í kerfinu. Þannig að bara þess vegna þá skiptir það máli að vera í virkni og vera hluti á samfélaginu. En sko þessi svarta vinna, væntanlega einhver er ánægður með að fá samt eitthvað í vasan, einhvern pening aukalega því að nú er vasapeningarnir ekkert mjög háir sem hælisleitendur fá. En ef verið að borga þá sko lúsarlaun, langt undir tökstum og allir því, vitið eitthvað það? Ég gef mér það. Já. Í rauninni. Eðli mál samkvæmt. Já. Ef þú ert atvinnurekandi og ert einhvern veginn að leika þennan leika þá ertu sennilega þannig innréttaður að þú ert ekkert að greiða mikið yfir tökstum sko. Það er kannski ekki alveg réttlætiskenndin sem er drifið áfram með að þetta fólk fá að gera eitthvað. Getur verið samt að partur af vandanum sé að fólk er að bíða lengi. Við erum lengi að afgreiða umsóknir. Það getur verið, ég bara þekki ekki þá stöðumála núna, ef ég á að segja alveg eins og er. Það er náttúrulega búið að vera að vinna á því að stytta biðtímann. Ég bara veit ekki hver hann er í dag. Nei, en í það minnsta þá þetta voru nálægt 1000 manns sem að hafa sótt hæli frá 2016 og nokkrir 10 fengið atvinnuleyfi. Þannig að þetta er ekki stór hópur. En kannski að lokum hinn umræddi 3. orkupakki.
að þið hafi nú blandað eitthvað svolítið inn í þá umræðu. Hvað hefur aðeins í að segja þriðja orkupakkann? Við höfum tekið prinsipafstöðu í því og svo prinsipafstaða mjög mikilvæg og verður mikilvægari á næstu árum. Það að framleiðsla og dreifing orku á að vera í samfélagslegri eigu. Það á ekki að ganga lengra í að markaðsvæða rafmagn sem vöru. Rafmagn ekki eins og hver önnur vara. Hún undirstaða bara tilveru okkar og á að vera á forræði okkar. Og það við ákveðum að nota tækifæri, senda umsögn og benda á þessi prinsipmál. Síðan náttúrulega verið að flækja umræðuna ljóskaplega. Bæði verið að flækja og einfalda, það að segja að þetta óbúslega svart-hvít umræða með og á móti. Það óþolandi, það gjörsamlega óþolandi. En fólk verður nú að taka afstöðu, sagði? Já, en þú veist, við erum í umræðinu og þetta einn mikilvægasti punkturinn. Og síðan verið að hengja þetta sama við hugsanlega uppsögn á EES-samningnum. Við höfum ekki tekið þá afstöðu, við höfum að segja okkur úr EES. Nei. Ekki? Nei. Ef að orkupakkinn hangi sama við veru okkar í EES, okkur þá verið að kjósa þetta yfir höfuð á Alþingi eða leita umsagna. Ég meina þá ekki bara vera sjálfkrafa. Ef við verðum að samþykkja þriðja orkupakkann að við samþykktum fyrsta og annan, þurfum við þá ekki að samþykkja fjórða og fimmta. Já. Skilur, þetta þessi umræða að mörgu leyti mjög undarleg. En ég get alveg að lofa því að verkalýðshreyfingin mun standa vörð það að grunnstoðið þessa samfélags eigi að vera í samfélagslegri eigu. Og rafmagnið bara algjör lykilatriði þar. Undirstaða atvinnuvegana okkar og miklu meir en það. Velsældar líka, en þið getur nú varla verið á móti því að það verði aukin samkeppni á raforkumarkaði. Ég meina, það ekki bara í hag neytenda og kjaramál þá? Það. Þegar við sjáum það í öðrum Evrópulöndum, þar sem hefur verið einkavætt, markaðsvætt, samkeppnisvætt, að þá það ekkert endilega neytendum í hag. Þá erum við komin í það að, markaður segir að það meiri ásókn í rafmagn á þessum tíma sólarhringsins heldur en hinum, þá hækka verð þar. Það farið að fylgjast betur með raforkunotkun til að geta örugglega rukkað fyrir hana. Ég sé ekki hag neytenda í því. Nei, ertu að tala Noreg? Ertu að tala dæmi þaðan þá? Nei, ég að tala Bretland til dæmis, sem náttúrulega skelfilegt dæmi. Svona heilt yfir að þá snýr barátta vinnandi fólk sem heim alla núna að verja innviðina, verja undirstöðuna, verja velferðarkerfin og menntakerfin og allt þetta, af því að ásókn peningarafla í okkar sameiginlegu gæði orðið svo brútal og svo aggressíft og svo rosalegt að þarna verður víglínan dregin á næstu árum, alveg klárlega. Ég tali svona varandi eins og Landsvirkjun og raforkumarkaðinn eins og Kára Stefánsson skrifaði mitt grein þetta verið samfélagsþágu. Raforkan okkar hætti ekki að vera svona eins og markaðsfyrirtæki. En skulum setja punktinn í bili, Drífa. Takk kærlega fyrir að koma hingað í 21, Drífa Snædal, forseti ASÍ. Við ætlum á eftir að tala svolítið smábátana. 500 smábátar að leggja af stað í strandveiðar. Öryggismál þeirra, það þarft að ræða þau og sömuleiðis. Það hlutfallslega stærsti barnahópurinn sem að leitar að greiningarúrræðum hjá hinu opinbera börn innflytjenda. En kerfið, það talar bara íslensku og Hallgrímur Helgason, hann á snilldarþýðingu á verki Molière Tartuffe eða Lottaranum sem núna sýnt á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Missið ekki af þessu.